Rökkva Jónsson heiti ég, yfirlæknir hérna á geðdeildinni. Já, svo vel. Foreldrarnir þínir hafa miklar áhyggjur af þér. Segðu mér, Stefán, hvað er langt síðan þú fórst að hafa þessar hugmyndir lífið og tilveruna? Hvað er málið með þennan? Hann er stór skrítinn alveg. Já, ertu ekki búinn að heyra hann? Hann er alveg svona geðugur. Hann bara kolpiðast einn daginn. Sagði sér að frjálsa eitthvað helítið. Já, ég heyrði að það væri eins og Þórhallur miðill gæti sér dáið fólk álfa okkar rugl. Þá ætti hann alltaf að geta að redda mér til lottutölunum á laugardaginn. Hei, þú, álfafrík! Hver eru lottótölunar? Ég er vitund í tíma og rúmi. Sjálfur er ég gjörvallur geimurinn sem undan mínum eigin rifjum er runnin og teygir sig fram til mín. Kljúið viðarbút og ég er þar, lyftið við steini og þér munu finna mig þar. Einn líkami, einn andi. Aldrei heima hjá þér, Rúnar. Ég er víst heima hjá mér. Nei, og þú sérð ekkert hvernig drengurinn okkar er að breytast. Ég þarf að vinna og ég er hérna þegar ég get. Meina, hvað á ég að gera, Ásdís? Ég er búinn að... Tala við hann! Hann er að breytast, Rúnar! Ég þekkir ekki einu sinni lengur! Ég er búinn að reyna að tala við hann. En það kemur ekkert með bull upp úr honum, einhvern anda og ódauðleika. Meina, heldur að ég skilji þetta eitthvað frekar? Ef þú kemur með ekki inn í raunveruleikann, Rúnar, þá verðum við að fá sálfræðing eða sérfræðing. Ég veit ekkert hver hann er lengur! Þú ert aldrei heima og hann er að breytast! Ég vil fá drenginn minn aftur! Ég róaði aðeins niður. Þetta er líka drengurinn minn. Er allt í lagi, Stefán? Mér líður vel. Mín jarðneska móðir. Get ég gert eitthvað? Ég er bara vaknaði til þess andlega raunveruleika, til lífsins. Ég óði mig upp sem vitundarveru á þessari plánetu, en nú er ég vaknaður til einingarinnar. Áður en ég fæddist, þá ákvað ég að vakna til einingarinnar. Ekki gráta. Þú ert eftir að vakna. Þú ert eftir að skilja. Ég get ekki sagt að ég hafi einhverjar sérstakar hugmyndir. Ég bara veit. Hvað veistu, Stefán? Ég veit að ég er eilífur andi. Eilíf vitund að upplifa efni, upplifa form. Ég fæddist inn til jarðarinnar sem er þyngra svið heldur en það sem ég var áður en ég fæddist. Ég var til áður en ég fæddist. Lífið er eilíft. Það eina raunverulega við manni, við mannkynið er andi. Eitthvað sem er eilíft. Allt annað er bara persónuleikinn sem breytist og hættir að vera. Andinn í mannssálinni er sál sálnanna sem aldrei breytist, aldrei fæðist, aldrei deyr. Andinn er hér raunverulega sál mannsins, raunverulega kjarni mannsins. Og það er maðurinn og mannkynið allt eitt með föðurnum. Eins og þeir tala í kristni, sem er bara hið algjöra, Guð, ljósið. Allt eða eitthvað getur ekki komið úr engum. Það er algjörlega ómögulegt. Þess vegna erum við eitthvað fyrirbæri í tjáningu sem er, mun og hefur alltaf verið til. Þess vegna er allt og allir, alfa og omega, upphafið og endirinn. Já, þú segir það, Stefán. Ég held að við ættum að hittast aftur og jafnvel bara svona 3 í viku til að byrja með.
Og það verið gott ef þú myndir geta komið bara á föstudagsmorguninn. Þá getum við eitt góðu tíma saman. Ég samlíkist þér. Hvað meinar, Stefán? Mundu bara að dauðinn er í rauninni fæðingin í annað líf, aðra vít. Það er ekki til sem heitir dauði. Þetta er bara umbreyting eins og fiðrildi fer úr búkunni sín. Óskar. Býtu. Hver er dáinn? High